Góðan daginn og velkomin í þátt númer 77 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég handavinnu Óð. Nú í dag mánudagurinn 11. nóvember 2019, snemma morguns og kolniða myrkur úti, þannig að ég með eins mikla gervilýsingu og hægt til þess að litirnir skili sér rétt til ykkar, en þú veist, tók mig gleraugun því að það glampaði svo brjálæðislega á þau að bæði ég blindaðist og það var bara endalaust glampi á skjánum, en ég sé alveg ágætlega svona. En ég bara vil bjóða alla gamla og nýja hjartanlega velkomna að skjánum og bara þakka ykkur fyrir að gefa tíma til þess að eyða svona cirka klukkstund með mér hér á 2 vegna fresti eða svo. Nú, svona fyrir ykkur, það nefnilega slatt af nýjum komnir hér í hópinn og fyrir ykkur þá ég Helga A71 á Ravelli og Instagram og mest virk á Instagram. Og síðan ég með like-síðu á Facebook verkefnatöskur Helgu, þar sem ég með verkefnatöskur eða snyrtivörutöskur eða töskur undir bleiur eða dót eða whatever. Sýn ykkur það eins og eftir, það alveg kjaft fullar hillur þessa dagana, þó að það fari rösklega úr þeim. En ég sýn ykkur svona það helsta. Nú, í dag það klár, verk í vinnslu, hvað á döfunni, hvað þetta í pókan og töskundar og náttúrulega blaður sem vissulega mjög óskipulagt og hrinur inn hér og þar bara eftir því sem að það á við. Nú, ég í fyrsta klárunum og ætla bara að byrja á því að standa upp og sýna ykkur það. En þetta Saga Eskimo úr peysubókinni og ég að kafna í þessu. Ég nýkomin úr heitir sturtu og svo erfitt, það eitthvað að sturtunni og svo erfitt að það var full heitt vatnið. Þannig að ég rjóð í kinnum og bringu og bara að kafna og í heimsins þykkustu peysu, sko. Ná upplýsingar gatni í leiðinni. En ég þarf að fara upp stól til þess að sýna ykkur. En þetta bara svona inni peysa og þú veist, eins og glöggi sjá þá ég ekki að fara hneppin hérna niður, sko, ef ég hefði viljað hafa þetta nýþrauka kjól, þá hefði ég náttúrulega bara ekkert opnað hann og sett þessa lista. En hún alveg dragsíð, hún mér alveg niður á rúmlega miðja kálfa. Eða bara nánast, já, nánast niður á kálfana. Og já, hún bara æði, ógeðslega heit en æðisleg. Og það hnappagöt einhvers staðar á henni, en ég ekkert búin að setja tölur og ég veit ekkert hvort ég setji tölur. En ég ætla að setja niður aftur og tala hans betur við ykkur. Þetta ná í bókina. Hún sést úr þessari bók. Ég ætla að reyna að þráast við að sitja í henni þangað til að við förum í næsta klár. En þetta gert úr Drops Alaska sem að ég keypti í Gallerí Spuna og á woolwarehouse.co.uk og þetta bara 100% ull. Það 70 metrar í 50 grammunum, þannig að þetta gefur upp fyrir 5 mm. Prjóna, man ekki alveg, já, ég var selna með 5 og 6 eitthvað millimetra, en ég allavega, þetta komið inn á Ravelli síðuna mína. Ég á bara eftir að taka núna myndir og setja þar inn og náttúrulega Instagram þar sem ég safna öllum verkefnunum kláruðu sem ég má sýna. En hérna semst munstrið og ég gerði eitt sem ég aldrei gert áður, en hún Guðlaug sem með YouTube þættina Þræðir, en í pásu núna, hún ekki hætt, það nokkuð. Og hún oft þvær efri hlutana á flíkina áður en hún heldur áfram. Bæði bara svona til þess að sjá hvernig munstrið kemur út og hvernig gatnið hegðar sér eftir þvott og svoleiðis. Og ég gerði það og ég sé ekkert eftir því að
Munnstu prjón getur oft verið svona hrukkótt og leiðilegt og maður verður svona efins þetta sé almennilegt. Sérstaklega þú ætlar að fara að prjóna marga metra niður, eða með leiði eins og þetta væri margi metra, þetta var allavega margi metra að garni. Að þá gott að vera búin að sjá að það alltaf læg með þetta. Þannig að ég nýtti mig það ráð og ég lengdi ermarnar alveg helling, ég veit ekki hvaða, þú veist, já. Það voru rosalega stuttar samkvæmt uppskriftinni. En ég bara lengdi þær og ég prjónaði henni hring þannig að ég siksakkaði svo bara, eða saumaði bara hérna upp og niður. Prjónaði listan. Maður skildi eftir lifandi lykkjur hérna á kraganum. Prjónaði svo listan lausan og saumaði hann á. Fyrst reyndi ég að prjóna hann jafnum við. En það kom bara ekki fallega út, þannig að ég rakti það upp, var eiginlega alveg búin öðrum megin og gerði svo bara lausa lista alveg hérna niður úr og saumaði svo í eftir á. Og já, þannig að þetta allt bara done by the book. Já, ég fór bara alveg eftir uppskriftinni. Nema ég ekki með sama gatn og gefið þér upp og þar fram eftir göttunum. En það bara gaman að díla við það. Þannig að þú veist, ég var alls ekki að taka stærð sem að ég tæki. Ég tek núna svona medium large en ég var að gera þessa í small af því ég breytti gatninu og prjónafestan breyttist þar að leiðandi og allt það. Þannig að ég þurfti aðeins að fara smá útreikninga. En þessi var góð í vetur í kuldanum. Og svona bara ef það hrollur í mann á kvöldinu og svoleiðis. En nú ætla ég að stoppa ykkur og fara í næsta klár. Jæja, það er komið næsta klár. Það er líka heitt en alls ekki eins heitt. En það er Magnolia Cardigan. Þetta er Camel of What? Nei, er ég að rugla núna saman uppskriftum? Ég er með forsíðuna hérna. Nei, en þetta er allavega Magnolia Chunky Cardigan og er svona krass upplýsingar eftir mig. En þessu, ég nota Queen Fiber Baby Suri í 2-falt og geri medium stærðina og notaði 5 og 6 mm prjóna. Og þetta er dásemdin og dýrðin og þetta er náttúrulega bara eins og að vera í skýi, eins og ég ímynda mér ský sé. Liturinn heitir Sea Breeze og er svona föl blágrár með svona törkis og sjáargrænum svona freknum í hespunni. Það eru hvað? Það eru 50 grömm í hespunni og 175 metrar, þannig að þetta er svona sportgróleiki. Og ég var með þetta 2-falt eins og ég segi og ég held ég hafi farið með tæplega 6 hespur í þetta. Þannig að, já, ennþá 4 svona í þessum lit. Þetta vel verið að þetta geti verið hugmynd með einhverjum öðrum þræði, svona leysþræði hugsanlega bara, eða svona fingir og gatni í en eina love note. Ég er nefnilega með 2 í huga, sko. Við sjáum til. En þessi elskaði loksins búin. Ég fytti þarna upp á einhverju slatta í september og þær eru núna sem betur fyrir að byrja að tínast af prjónunum. Ég er eins og með hérna peysuna ekki búin að setja tölur og ætla bara að sjá til með það. Mér finnst þurfa að finna svolítið mjög sætar tölur á þetta. En það eru hérna 1, 2, 3, 4, 5 hnappagödd. Og já, bara ótrúlega gaman að prjónana. Fór bara algjörlega eftir uppskrift og hún er svona í mittis, já, eða svona situr eiginlega næst hérna á mjaðmarbeinunum á mér því ég er með hendurnar niðri.
og ég valdi að hafa þær, ég sleppti 2 umferðum með uppskriftina. Einfaldlega því ég tók ekki eftir því á uppskriftina að þetta vera 2, eftir að maður er búin að fækka lykkjunum þá átti að vera 2 sléttar áður en maður fer í munstri, en ég bara sleppti þeim og var þar að leiðandi að gera það sama á hinni erminni og það kemur ekkert að sök og þessi er ótrúlega þægileg, hún er svo létt en hlý. Þetta er svona eins og, fyrir ekki hvað ég hrist ykkur, þetta er svona eins og vera ekki í neinu. Og skál hérna í nýja ömmubollanum sem ég fekk mér, þannig að þið vitið það, konan hann með bollablætið. Þetta er Brennisóley 2019 og er kallaður ömmubollin. Hann er svona fallega gulur á innan, kannski sést ekkert að þetta er 3. bollin. Ég byrjaði daginn nefnilega á því að setjast niður og horfa á hana Lindu mína í Hip Hip Barbanit til þess að byrja þessa viku og það var yndislegt. Svo fór ég að hjóla aðeins og fór svo í sturtu og er svo sest hérna, en þetta er bollin númer 3. Og já, þannig ég bara get ekki sagt annað en bara gott. Það var búið að vara mig við hálsmáluna að yrði flegið. Ég var búin að fitja upp á það ég fekk þá vitneskju en fyrir mig er það ekki flegið. Kannski er það bara út af uppfitinu sem ég nota, ég veit ekki en allavega fíla ég þetta svona eins og þetta er. Og þetta er svona næst því sem að mér finnst, sem ég fíla bláan lit á mér. Ekki drosa blár en. Og síðan er það enn ein peysan. Hún er kláruð en ég ætla samt að laga hana. Af því að eins og þið eru kannski búin að uppgöta þá getur stundum verið svolítið fljótfær og það er bara hlæg. Ef þetta væri flík sem að ég ætla að eiga að gefa þá var ég ekki að fara að rekja upp. En að þetta er sýnisort fyrir Gallerí Snotur í línu og þá ætla ég að laga þetta og það er bara smá mál. Þetta er, þú veist, hálftíma vinna eða eitthvað. En þetta er gert úr þessu dásamlega onion garni sem að lína í Gallerí Snotur í byrju með. Sagði frá því líka daginn. Við notaði hérna alpakka, merinoil og netlugarnið. Og þetta er litur 12-14. Þetta er 30% superfæn alpakka, 50% fæn merinoil og 20% netlutrefjar. Og ég gerði hérna þessa litlu dúllu peysu. Kannski fyrir fyrst tala við Línu og spyr hvað henni finnst ég að gera. En jú, ég hugsi ég rekja upp. Ég er líka óánægð með hvernig ég setta saman hérna aftan á. Það er ekki, ég nota ekki rétt affellingu og svona. Jú, ég rekja upp að laga þetta, ekkert vesen. En sem sagt, hún er prjónuð á strofi á 3,5 og búkurinn á 4 og síðan átti þetta að vera gert á 5 mm. Þannig að hún yrði meiri pífa og pínu síðari. Þannig að ég ætlar ekkert upp að laga þetta. En þetta er sérst hérna stærð númer 2, sennilega 2 ára. Bara geggjað gatt. Geggjað gatt. Mæli svo 100% með því. Peysan er svona opinn í bakið og ég setti bara svona litla bíflugu eða eldflugu eða eitthvað flugu hérna sem tölu. Og ég felldi nefnilega að þegar mér fannst með myndina þá fannst mér þetta ekki einhvern veginn ekki vera að gerast rétt. Þannig að ég ákvað að gera svona I-cord bind off. Og I stendur fyrir idiot. Fekk að veita það í síðustu viku. Veit svo sem ekkert meira það. Sennilega því að þetta er svo ótrúlega einfalt en áhrifaríkt. En ef ég ger þetta rétt þá ætla ég að nota rétt affyllingu. Þannig að þetta er 3. peysuklárið. Og ég man ekki, ég var sannlega ekki byrjað á þessu síðast þegar við hittumst. Ég var að fara að feitja upp á þessu. En þetta er, þú veist, það eru rúmlega 2,5 dokk að fara í þetta. Ég klára kannski 3, sérst að fara sannlega kannski heildina 3 þegar ég verið búin að laga hana. En það gefið upp 4 þannig að ég hugsa
að það sé bara svona öryggisviðmið. Að því ég er með rétta prjónafestu í þessu. Enda þú veist, betra að vera með of mikið heldur en of lítið og geta þá frekar bara skeypt því út. Nú, síðan er það Starflake, leyniprjónið hans Stevens West, og ef þið, eins og Linda sagði í morgun, ef ykkur hefur tekist að láta það fara fram hjá ykkur og vilji ekki vita neitt, þá er ég að fara að sýna það í allri sinni dýrð. Ég er bara sjúklega ánægð með það. Ég er með eitt af mínum uppáhaldsgörnum í þessu, en það er handritað eftir systrabönd. Gammeldags og voru í Vaglaskógi. Og það sem að mér finnst, ef maður á að tala um eitthvað uppáhald, þá er það eiginlega bara sniðið á sjálfnu sem að ég finnst geggjað. Þetta er alveg geggjað. Þetta hjálpa manni að láta sjalið liggja fallega. Og leyfa því að, þú veist, að stjarnan sést, eða, stjarnan, Starflake. Og ég elska bara svona, þú veist, það er svo hæfilegt kontrasti. Ég er rosalega hrifin af miklu kontrasti, en mér finnst þetta hafa lukkast gríðar vel. Og þú veist, það var allt skemmtilegt í þessu. Þetta var að kaflarnir voru allir svo hæfilegir, maður var aldrei með neina leið. En ég gerði ekki stækkunina á því, enda eins og ég sjáu að það er bara alveg óþarfi, allavega í mínu tilfelli. Og ég notaði 4 mm prjóna. Ég veit eina sem gerði á 3 mm og það er æðislegt. Það er svo fallegt, það er svo þétt og fallegt. Sú kona er reyndar algjör prjónasnillingur, prjónar rosalega mikið af sjölunum hans, Stevens og annara. En hún er virkilega gerir þetta virkilega vel. En ég er sjúklega ánægð með þetta. Þetta er alveg, ég er nefnilega að fara í gegnum, þeir sem eru með mér á Instagram, hafa kannski tekið eftir að ég er að fara í gegnum sjalasafnið mitt og er með eitt á hverjum degi, og það er rosa, sko ég finn það núna eins og að því ég gerði þetta með peysurnar, að þetta er ótrúlega erfitt af því að þú getur ekkert verið með allt nýja stöffið sem þú ert að gera. En þetta er samt ótrúlega gott, þetta er eitthvað sem að ég varð að gera, bara til þess að fá pláss og betri samvisku í það sem ég er með á prjónunum núna, að koma því frá mér. Og allar peysunar sem að ég vildi ekki eiga áfram eru komnar á góð heimili. Það eru nokkrar niðri í Snotru sem eru að tínast út þar, sem er bara æðislegt. Og nú er ég að gera það sama við sjölinn. Dóttir mín var snögg að koma og grípa eitt. Og svo á ég eftir að sum sem ég hef bara hreinlega ekkert notað, en bara eru búin að liggja lengi og svona. Ég ætla að þvo þau aftur og strekkja og bara tilvalið að eiga það og geyma í gjafir. Sérstaklega ef maður er búin að pikka upp að ykkur er heillaður á ykkur þá setji miða á viðkomandi sjal og sé svo bara hvað verður það. En það eru kannski 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 vikur eftir cirkabát af því prógrami. Svo á ég náttúrulega fullt af nýjum sokkum og ég var skorað á mig að fara í gegnum þá líka, en ég ætla að hlífa ykkur við því. Ég er bara að byrja að nota nýju sokkana og verður alltaf að hugsa til magnaðum minnar þegar ég fer nýja sokka. Var að spá í að fíblast í og taka alltaf myndir og senda á hana í hvers skipt sem ég færi í nýja. En það er rosa gaman líka að fara í dallinn og finna sætt sokkapár til þess að vera í. Veitir ekki af í þessu haust- og vetrarham sem er í gangi úti núna. En Starflake eftir Stevens West, ég mæli svo innilega
með þessu. Og hérna hann með alveg frábær YouTube leiðbeiningarvídeó með þessu. Þannig að ef maður getur nú eitthvað stauta sig áfram í ensku og nota vídeóin, þá held ég, og þú veist, já, veist, getur skilið hérna prjóna táknin, þá held ég að hver sem getur gert þetta og það alltaf hægt að hóa eftir aðstoð. Hann með frábæra síðu inn á Ravelry þar sem hægt að, þú veist, þar sem allir að vilja gerðir að hjálpa og mér finnst bara rosa gaman að kíkja á gæn bara til þess að sjá samsetningarnar, litasamsetningarnar og líka bara þú veist það sem á Instagram bara það til svo margar útgáður sem mann langar í en þetta er svona hérna one-off prjón held ég allavega fyrir mig þó mér hafi þótt sjúklega gaman að gera það þá hugsa ég myndi að ég ánafnilega mér langar að gera svo mörg önnur sjöl eftir hann þannig að ég hætt að hugsa að ég ætla að gera mörg eintök af sama sjálfinu eftir hann því að mér endist ekki daginn til þess. Ég hef bara fókusa á að gera hvert og eitt sjálf einu sinni nema að sé eitthvað sérstaklega beðið það eða eitthvað svoleiðis. Síðan var hún Amma Loppa. Hún Amma Loppa á Facebook og með vefsíðan ammaloppa.is að gera fullt af skemmtilegum uppskriftum aðalega barna eða bara barna, ég þori ekki að fara með það. En hún var að gefa út uppskrift af jólahúfu og hún ókeypis. Og jú, hún gerir líka fullorðins. Hennar brák, peysan mín með kaðlinum framan á, hún náttúrulega eftir hana. Nema þessi uppskrift frí og ég var snöggan á mér í hana og hugsaði já, ég ætla að fá mér líka sama gagn og hún notaði í uppskriftina. Þannig að ég sýni ykkur í leiðinni hennar hluta af því sem fór í pokan. En hún notaði sjálf Pernilla frá Filcolana frá Maro.is og það bara seldist allt upp þar. Þegar uppskriftin kom út, ég var heppin og náði mér í þessa 3 liti af því ég á 3 barnabörn og ég ákvað að byrja á elsta barnabarninu sem stæðstu uppskriftinni af því að það þetta með að gera aftur sömu uppskriftina syndrómi sem svo erfitt fyrir mig og þannig ég ákvað að byrja á stæðstu og vinna mig svo niður þannig að Hrafntinna mín hún vildi fá gráa já, ég pantaði gráan, 9,54 og síðan verður Ernir-Leo í 101 sem svona off-white. Hann bara svo fallega bláeygður, svo flott að hafa hann í mjög sérstakann auglit, flott að hafa hann bara í svona hlutlausum og svo rauður fyrir Hilmi, 317. Og ég kláraði hennar húð í gær og hún passar mig en á því ég nýbúin að sæna mér hausinn og fóðu bara hérna annað módel til þess að sýna húðina og hún bara mjög einföld og skemmtileg prjónað á 3,5 mm og hérna skvísan með dúsk og þetta svona belgmikið hérna, það úrtakan hættir hérna sýnist mér hjá mér og síðan í restin bara 2 litlu prjónar saman hérna og bandi dregið í gegn og fest þannig að það verður svona svolítið gamaldags lúk á því svo hérna stjarna eftir á trénu, svona perla ég keypti, hún var með út Tiger. Ég fór í söstrinni Grenu og keypti svipar og setti. Var svona efast hvort ég ætti að setja í strákahúðunar og svo, nei, ég seti því. Þeir alveg jafn mikið fyrir bling eins og stelpur. Og þannig að, já,
og ég er að fara suður og eftir og mér langar rosalega að ef að að því ég þarf nú að sitja og horfa svo á mig, mala þetta allt saman, þá langar mér rosalega að vera búin með stroffið og munstrið, svo ég geti notað belginn sem biðstofuprjón í það, haldið áfram að, en annars er ég með sokka át í bíl sem að þarf líka að halda áfram með. Og já, gera bara vænan dúsk. Bara mjög sæt húfa og passar á mig. Ég er mjög höfuðsmá og Hrafntinna er höfuðstór. Þannig að amma getur fengið lána húfu hjá henni. Þannig ég mæli með þessu. Og gatni, það er æði. Þetta er 100% Peruvian Highland ull. Og þetta er sportgróðleiki, það eru 175 metrar á 50 grammanum. Það er svona, já, gefið fyrir prjóna 3,5-4. Prjónafestan er 22-24 lykkjur á 10 cm. Þetta er svona næstuð í sokkabandsgróðleikin eða fingering. Þetta er svona heavy fingering yfir í sport, myndi ég segja. Og bara, já, ég á örugglega eftir að fá mig meira af þessu gatni í eitthvað tíma. Já, ná að gatni. Vinkonur mínar voru henni prjóna hjá mér á föstudaginn og fenguðu nett. Eða þú veist, við vorum sammála það að ef allar prjónabúðir landsins loka, að þá er ég í góðum málum. Það er líka alltaf. Nú, þá er ég búin með klárin og ætla að fara í verkjavinnslu og ég ætla að renna yfir, þetta eru sem sagt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verkefni og 8 með sokkunum úti, 9 með vettlingunum sem ég ætla að laga, 10 með einu öðru langtíma tepp, eitthvað, þú veist. Ég nenni ekki eiginlega að telja þessi langtímaverkefni með, en já, ég ætla að fara að renna hérna svona í fljótheitum yfir það sem ég er að vinna í núna og það sem að er að fara að ryðjast upp á, sem ég þarf bara að fara að klára, af því ég er ekkert í brjáluðu uppfyllunar löngunar stuði, sagði enginn aldrei, sérstaklega ekki þessi, getur vel verið að við erum komið 30 verkefni næst, en hérna, já, hafa allt við hendina. Þannig að ég ætla að renna svona yfir það sem ég hef verið að vinna í og sem ég hef ekki verið að vinna í en ætla að fara að haska mér í að gera eitthvað við. Nú, fyrst er það hérna Northeasterly sem er bara smá stækkar. Það datt aðeins til hliðar þegar ég var að klára hérna Snowflake sjalið og hina 2 peysurnar, en það samt bætist alltaf eitthvað aðeins við. Þetta verður mjög litríkt og skemmtilegt og fullt af minningum og góðum stundum í þessu. Og þetta er Northeasterly og er til á Ravelry. Og hún er komið með nýja útgáfa á þessu, það sem er svona mismunandi áferð á, þú veist, svona pínu munstur í prjóninu líka, en ég held mig bara við garðaprjónið. Og þetta er orðið mjög svona, já, það er ekkert mál fyrir mig að prjóna þetta og vera að fylgjast með ykkur í sjónvarpinu. Mér er heitt. Ég ætla að fara úr peysunni, sko, það fer bara að renna með svitinn. Ég held líka að hérna, La breytingo skeiðis er að banka upp á. Vonandi verður það ekki lengi að ég er búin að vera í svona stuði síðan að ég var bara 28 eða eitthvað. En er sem sagt núna fyrst að upplifa þennan hitakófsfasa. Síðan greip ég þetta aftur í morgun og þetta er Edith cardigan. Ég var sérst hérna það sem að bleika
klemman er og meðan ég var að horfa á hluta af vídeónu hjá Lindu þá bættist þetta við. Hún myndi mig á að setja prjónamerkið þar sem að maður er núna og sýna svo hverju maður áorkar næst og ég ætla svo sannlega að reyna að muna að gera það og ég er náttúrulega hérna inn í miðri umferð en það er svo sem ekkert merkilegt að gerast núna. Næstu sentimetrana er þetta bara fram og tilbaka, síðan kemur aftur útaukning, síðan einhverjir sentimetrar og þá fyrir ég að gera fyrir ermina og kragan, þetta er sérst bakið og þetta er prjónað í svona stykkjum. Ég man ekki eftir að hafa gert svona í höndunum, ég hef gert þetta náttúrulega í prjónavélinni sem ég þarf að sauma saman á eftir. Þannig að það er bara gaman að prófa eitthvað nýtt og þetta býr hérna í fernunni minni með flotta dóttir Dyeworks merkinu. Maður á eiginlega ekkert að vera að sýna þetta. Þetta er gat sem er hætt í sölu, sko. Allavega niður Snotri, ég veit ekki hvort það sé annars staðar. En þetta er frá Meribel frá Scholar og Stål, Chunky. Það eru 90 metrar í 50 grammanum og þetta er litur 15. Og hversu gált að vera að gera endalaust af... Jú, það er nú hérna smá gerfi í þessu. Ég kapna kannski ekki eins. Það er 50% ull, 40% akríl og 10% alpakka í þessu. Þannig að við sjáum... Þú veist, mér líður alveg venjulega inn á milli, sko. Og það var gott að hafa cozy peysur. Þannig að þetta er þetta Northeasterly og svo Orlando sjalið. Það er það þrennt sem hefur kannski eitthvað... Nei, hvað fann? Festi skatnið henni í, á meðan það er ekki sjalið sjálft. Það er það sem ég hef verið að hérna setja ykkur aðeins á pásu. Svona, búin að laga þetta, festist þarna smá gatn í rennilásnum. En þetta er Orlando sjalið eftir Rockurnit EHF, þannig að Helenu Sif. Það hefur stækkað eitthvað ponsu síðan síðast. Þetta er Drops Baby Merino og verður bara stórt og mjúkt og fallegt þegar það er tilbúið. Það er einum hérna gömlum og góðum. Ég er með þessa 3 liti. Græni er númer 38, hvíti er 02 og guli er 45 og þetta er á 4 mm Lykke prjónum sem eru núna til niður í Snotru einmitt. Ég veit að hún stefnir á að panta sett fyrir jólin og ekki ólíklegt að einhver kona hérna næli sér í eitt slíkt sett að þetta eru tréprjónar sem að mér hefur hingað til ekki tekist að brjóta. Enda prjóna ég ekki eins fast og ég gerði. En þetta sem teppið, þetta sjálf og peysan er það sem að ég hef eitthvað verið að pota í fyrir utan alltaf þessi klár. En þá langar mig aðeins að kíkja þess að 4 póka sem eru hérna hjá mér á hvað er næst á döfinni og það næsta hjá mér er að halda áfram með Malt Magic. Þetta verður einhver algjör litasprengja hjá Tjellu. Ég ætla bara algjörlega að leyfa hverjum og einum út að eiga svolítið svona sinn lit. Þú veist, jú, ég vil alveg að það gangi vel saman við hérna næsta lit. Ekki að segja eitthvað svona alveg vangefið kontrast af mínu mati, en ég ætla samt að því ég á einlita svarta svona að þá langar maður að gera eina svona alveg út úr kortinu, en í minni
litapalettu eða svona, já, litum sem að mér veist fallegir. Þannig að nú fer þetta að fara vonandi að komast á skrið. Þetta allavega komið af geymsluveggnum. Sippula eftir hana Caitlin Hunter. Ég var byrjuð á henni og já, held svo bara áfram með hana þar sem frá var horfið og ég að nota Ráma Baby Panda í hana þar sem að grái verður aðaliturinn. Og þetta náttúrulega bara 2 lita peysa eða gefin upp þannig en ég ætla að nota 3 auka. Ég á eftir að setja hennan græna í. Ég á eftir að finna út hvar hann fær að leika með. Þessi verður bara rosalega fín svona létt peysa fyrir mig. Já, þannig að nú fer hún að komast að. Já, svo hérna einu hangir á bakinu. Það alveg Passi. Þetta líka úr peysubókinni og heitir Sumarlétt og ég alveg búin að fylla upp á og gera allt þetta. En ég að nota hérna ökológisk hversdags ull frá Camarose úr litlu prjónabúðinni. Þessi 3 eru Camarose og grái aftur aðal þar. Mjög basic í þessu litavali. Nei, það bara eins og það Og hvítur, gulur, bleikur og blár eru auka litirnir. Þannig að það, og hún sem sagt hneppt en prjónuð í hring. Þannig að nú fer maður bara að fara að gera svolítið spýt í lófana að fara svona fara að vinna svolítið til skiptis í hverju einu. Kannski taka bara einn daginn að vinna í þessari peysu og næsta dag í næstu og þar fram eftir götunum. Svo við sjáum einhvern árangur og svo að ég verði búin með þetta fyrir áramót. Allt saman, það markmiðið. Ég man ekki hvað í þessari. Og kíkja. Já, þessi. Stonecrop cardigan eftir Andrew Maury býr hér. Og þetta árangurinn. Þessi verður sko, já, fín inni líka af því að hún úr ég með 1 þráð af Elysée by Perrine og 1 þráð af lace frá Drop saman í aðal og síðan þetta munstur liturinn sem gengur í gegn og aftur grár. Ég minn eini, hætti nú alveg. En, já. Stonecrop cardi eftir Andrew Maury býr hérna og nú fer ég vonandi að fara að komast eitthvað niður úr henni. Ég að fatta að þetta allt prjóna ofan frá og niður. Ég búin með þessar sem að fóru upp. Já, hér eitthvað sem að ég ætlaði að fara að gera. En því miður hafa aðstæður breyst og ég fæ ekki að gera þetta að sinni en vonandi í framtíðin og þá skal ég segja ykkur frá því. Þannig að þessi póki strangt til tekið bara tómur. Þannig voru sjóferð þá. Þá fækkaði verkefnum, þú veist, þó ég hefði svo sannlega vilja
gera þetta verkefni, en það verður vonandi síðar fyrir eitthvað annað tækifæri. Svo eru sokkarnir út í bíl. Úrtökuna úr í vettlingunum frá henni Guðlaugu minni. Mér langar alveg rosalega að fara í það og ég bara einhvern veginn kem mér ekki í það. Þetta kannski blikka bara að hafa þessi vinkonu. Hún er svona, hún er heimsins besti vettlingaprjónari og bara er prjónar ótrúlega fallegt svona tvíbanda eða þú veist, munsturprjón. Alveg bara, hún á það alveg skuldlaust. Á döfinni er semst þá að gera húðnar á strákana mína, yngri, Ernilegu og Hilmi Þór, jólagæja þá upp og ef þetta verður tilbúið áður en að ég hitti ykkur næst að þá verða myndir af þessu inn á Instagram að því ég mun láta þau fá þetta bara við fyrsta tækifæri. En þið allavega eru búin að sjá stæðstu. Jólasokkar. Á morgun þá á ég... Nei, ekki á morgun. Núna á ég 6, 7, 8, 9 hespur. Á morgun á ég 10. Og svo er bara held ég 3 ára að koma frá útlöndum. Nei, 2 að koma frá útlöndum. Já, gaman að því. Ég er allavega komin góða leið í að fara að starta jólasokkasafni. Þannig að það er á döfinni og svo er ég byrjuð á einhverju sem ég vona að geti orðið jólagjöf en get þar alveg ekki sýnt ykkur það fyrir en eftir að sú afhending fer fram. Það er svona pínu tilraunastarfsemi og já, sjáum bara hvernig það gengur upp og ég sýni ykkur og segi frá því að því ef það tekst vel að þá ætla ég að gera eitt svona fyrir mig líka. Þá get ég sýnt ykkur það og svo myndir af þá hinum. Síðan langar maður að gera eins og ég sagði frá síðast haust eftir hana Ellý skeindir og ég er ekki einu svona búin að opna pakkan. Ég pantaði mér semst Navia úr Rúmfó þegar við vorum með afslátt daginn og ég greip gæsina. Var ekkert að freistast til að opna einfaldlega því að þá ætti ég svolítið erfitt með að sitja á mér með að fara að fitja upp en af því að þið eru suðum að fá að sjá þetta. Þá opna ég. Og svona til þess að nýta afsláttinn og póstbörgjaldið svo þetta borgaði sig. Þá náttúrulega fékk ég mér 3 liti. Ég gat ekki ákveðið mig hvaða lit ég vildi. Ég hef augljóslega verið að spá í gráan. Þetta er þá 4. gráa peysan. Ég hugsi fari í hennan gula. Fyrir þá peysu. Og ég meina endalausi möguleikar. Þetta er náttúrulega bara geggjað garn í munsturprjón, vettlinga, hlýjar peysur. Nefndu það. Þetta er sérst Navia Duo, 50 gram, 180 metrar í hespunni. Miðað við þá 22 lykkjur í 10 cm. Gefið fyrir prjón og 3,5. Ég á uppskriftina en ég er ekki eins og byrjað að voga mér að skoða hana nema ég bara pantaði mér eins og gerir. Og bleiki er litur 232, guli er 247 og grái er 28. Sjáum hvað gerist með þetta. En þetta verður allavega næsta nýja peysa sem við erum fitja upp á. Það verður haust og Love Note af einhverju tagi. Mér langar að prófa að nota í Love Note og svo... ég hristi ykkur alveg rosalega. Þeir verður svaka sjóveik.
Síðan langar mig að nota þetta líka í Love Note. Fékk þetta garn af gjöf. Þetta hjá henni, frá henni kanadísku vinkonu minni. Þetta sérst handlita garn frá Kanada. Og í þessu 70% merino og 30% silki. Og þetta eru 115 grömm. Þetta er svona, og þetta er buckwheat liturinn og þetta er svona frekar svona heavy fingering eins og ég segja, þannig að ég ætla að nota þetta í Love Note við tækifæri. Já, þannig að það er svona aðeins farið að hnippa í mig með það. Nú, og hvað datt í pokann? Ég var búin að sýna ykkur hérna Pernilla frá Maró. Síðan fékk ég mér jólagarnið frá henni Kristínu í Vatnsnes. Jólahjól. Ofboðslega fallegt. Takk Kristín fyrir að taka áskoruninni. Og talandi um það, Kristín byrjuð með podcast hérna á YouTube. Æðislegt. Og bara hún er búin að vera að mana sig svolítið lengi upp í að gera þetta, en kýldi svo á það og bara ótrúlega, hún bara talar eins og hún sé bara að tala við eina manneskju allan tíma sem mér finnst alveg frábært og og hún er ógeðslega fyndin. Ég alveg fíla húmorinn hjá henni í tætlur, hún leynir svo á sér. Og mjög fróðlegt og skemmtilegt að horfa á hana, þannig ég mæli með henni. En þetta er sérst jólahjól frá henni Kristínu. Síðan er það Miracle on 34th Street og Scarlett eftir hana Salome hjá Dóttir Dyeworks. Og ég fekk mér þetta alveg í mega bling. Þú veist, ótrúlega, gerir þetta ennþá jólalega að hafa svona mikið glitter í garninu. Þetta er sérst 75% merino, 20% nylon og 5% silver stelína. 400 metrar í 100 grömmunum og 80 í 20 grömmunum. Þetta verða náttúrulega sokkar. Þetta er BFL, 75% BFL ull, superwash og 25% nylon. 425 metrar í 100 grömmunum. Og síðan fekk ég mér frá systrabönd. Call me crazy. Ég fekk mér ekki garnjóladagatal. Þetta er garnjóladagatal mitt. 85% superwash merino ull og 15% nylon og það fylgdi svona lítil líka með því. Og þetta er allt svona, þú veist, þetta er svo skemmtilega ólíkt. Þetta er svona, jólaskrauti hennar ömmu Guggu og maður sér alveg það rifjast upp fyrir manni gömlu kúlurnar sem að brotnuðu svo auðvitað á jólatrénu og það er svo óbúslega gaman hvað þetta er ólíkt. Svo er ég að bíða eftir að fá frá Hex. Þá er þetta orðið svolítið flott íslenska safnið. Svo bara vona ég að það haldi áfram að gera svona jólaliti eða hátíðarliti eða hvað sem maður má kalla þetta. Þannig að í desember verður fitjað upp á sjali og þessum 4 hespum sem ég fekk í jólagjöf frá vinkonum mínum. Speckland Pop held ég, eitt stíðan vest. Ég held að það sé máli. Og svo sokkar. Og peysur. En ég ætla samt, eins og ég segi, mér langar rosalega að reyna að létta á töskunum mínum. Allavega á svona skammtímaverkefnum. Kemur geispið. Afsakið. Nú, svo ætla ég bara að sýna ykkur hérna örsnögt töskunum mínar. Þær eru allar inn á læksíðunni verkefni töskur Helgu í albúmi sem heitir Nýtt Oktnóf 2019. Og svo þegar ég búið með það, og þá ætla ég að henda í smá gjafaleik. Þannig að tók ég aðeins við. Nú,
það búið að vera alveg, það búið að rífa sumt hraðar úr hillunni en annað og það, ég er með svona samsetningar inn á síðunni líka sem þið sjáið, þú veist, ef það er keypt svona lítil taska með stóri þá er afsláttur og svona. En það er semst nokkrar semst svona litlar til. Síðan prófaði ég að gera svona eiginlega hálfar töskur en það kemst alveg fáránlega mikið í þær. Og það er alltaf ljóst inni, stundum er ljósblátt eða ljósgult eða eitthvað og við sjáum að hérna eru 2 hespur og 1 20 gramma og það fyrir alveg plenty pláss. Já, ég reyni að hafa ljóst til þess að séu öldra að sjá ofan í þær og finna hlutina. Ég fekk nýja merki með það af því að það var mikið plast í hinnu sem ég var með. Þetta er bara bómull sem er saumað í, handgert af Helgu Arnar og ég var þá að breyta því hvar þeir eru og setja á inn í fóðri og þá er líka hægt að nota þetta til þess að hengja prjónamerki í og svoleiðis. Og ég fekk mér nokkur svona crazy efni. Gaman að reyna að vera með svolítið fjölbreytt og hérna er önnur típa af svona lári og svo þessar aðeins stærri. Ég er líka náttúrulega að reyna að fullnýta efnin og eins og hérna er ég að nota gallaða rennilása, nota þá sem handfang. Svo eru nokkrar svona samandraganlegar, 2 svona jóla og svona hressileg hauskúpu skvísa. Síðan er hérna fyrir þá sem ætla að vera í hérna á ströndinu jólin. Þetta eru sandalar og jólakúlur, svona jólaskreitt. Og hérna ég held ég að vera búin að sýna ykkur þetta. Þetta var svona gamalt tilbúið sem ég átti bara eftir að sauma saman. Þetta var eitthvað svona sem ég var búin að fá alveg nóg af á sín tíma. Og ég, sko eins og, þú veist, það er bara ein svona eftir. Mikið af þessum 9 náði ég bara 2 töskum úr af þessar stærð úr og svo litlar með. Og mér finnst það líka bara alltaf lagi. Bæði þá fæ ég ekki leið á að sitja við saumæluna og líka þá erum við ekki endalaust að rekast á hvora aðra. Því við erum ekki það mörg með sömu töskuna. Þannig að hérna er fyrir íssjúklingin sem bæði vegi ég er. Og hérna er svona sandala jólaskór. Og hérna svona meira hefðbundið jóla. Síðan eru hérna bara að sýna ykkur þetta svona stór kísujóla, stór svona og hérna kemur ein sem að slá í gegn og aftur stór svona. Þungt að halda á þessu svona. Hér kemur hunda, ein svona eftir, ein svona hreindýrableik, 2 svona með hunda paw print, stór svona hauskúpu, ein svona broskalla úr svona striga og svo kísu, þetta er rosa fætt og nammi. Svaka glaðleg og hress þessi. Þannig að, já, það kennir ýmis að grasa og í hillunni en vélin er komin í frí fram á næsta ár og þannig að, já, ef þið sjáu eitthvað sem ykkur langaði þá bara endilega sendið þið mér skilaboð og ég held ég geta eiginlega alveg 100% sagt að þegar að þessar típur eru búnar þá eru þær bara búnar og já, en ég átti afmælið þannig daginn, þá var podcastið
2 ára. Og það bara fór einhvern veginn alveg fram hjá mér. Og ég sagðist alltaf að henda í eitthvað gjöf, svona gjafaleik þegar myndi draga nær aðvendunni og ég ætla að standa við það. Og ég ætla að hafa, þið kommenti bara hérna fyrir neðan þetta vídeo og svo svona random YouTube útdrögunar system til og þannig að þeir sem að eru áskrifundur og kommenta á þetta vídeo, þeir komast í þann pott til þess að vinna hérna smáræði frá mér og það er ein svona rúmlega hálf taska með hérna svona svolítið sumarleg, svona Mexíkó þema í henni og hörðu, nei, þið fá ekki, jú, það er með þetta klaufaskapur í mér og hérna svona fallega hespu af garni sem heitir Alegría frá Manos del Uruguay og þetta er Subhuos Merino Polyamid. Já, 75% ull og 25% polyamid eða nælon. Og það eru 405 metrar cirka í 100 grömmunum. Þannig að þetta er flott í sokka. Og það fer þá bara hérna ofan í töskuna og brjónamerki. Opna pókan varlega. Þetta sést, eitt merkið er með svona eyrnalokka gæja, þannig að það er hægt að setja hvar sem er á verkefnið. Hvað er zoomið á þessu? Það er eitt sín svona smá hluti. Þetta er lyklakippa. Og síðan er þetta bara svona hendur sem haldast svona vinamerki. Og það eru 4 svoleiðis. Þannig að þetta getur einhver eignast ef þið bara kommentið eitthvað hérna fyrir neðan, bara þú veist, hvað sem er. Ég er ekki með neitt svona eins og ég kalla prompt. Það er bara já, getið sagt mér hvað má betur fara, hvað er í lagi, bara eitthvað, eða bara, já, gefa mér innblástur. Og þá í næsta þætti, þá áður ég byrja að taka næsta þátt upp, eftir cirka 2 vikur, að þá hérna dreg ég út einn heppinn. Það er ekki bara fínt. Nú, já, ég hef búin að segja ykkur frá henni Kristínu á YouTube, ég hef búin að skrifa það hérna niður, en eins og bara hjá öllum, þá er oft mikið í gangi og það er mikið af svona erfiðu í gangi í fjölskyldinu núna, en við látum það ekkert ákfá, við höldum bara ótröð áfram og hérna prjónarnir svo sannarlega koma sterkir þarna inn að hjálpa andlegu hliðinni og ég var einmitt að horfa á Bakery Bears helgina þar sem að Dan, annar stjórnandi þar, þau eru hjón semst með það podcast, er að tala hvað prjón breytti miklu í honum, en hann lenti í alvarlegu umferðarsleysi og mjög verkjaður lengi og og ákvað að prófa að byrja að prjóna og með því að byrja strax að fara í svona, já, bara fyrir það fyrsta að læra að prjóna, það var heilmikil áskorun fyrir hann, en af því að fókusinn fór allt í einu í eitthvað allt annað en að vera upptekinn af verkjunum, að þá steingleymdi hann sér í einbeitningunni við það að vera að prjóna og upplifið þar af leiðandi frí fyrir höfuðið og frí frá verkjunum og ég tengi algjörlega við það og eins og ég hef sagt áður, eftir því sem ég er undir meira álagi, því mun meira kemur frá mér. Þetta einhvern veginn
þetta bara hjálpa mér svo ólýsanlega mikið að geta gert þetta. Nú, þannig að já, og eins og hann sagði, sko, hann var nefnilega lent í smá krísu að honum finnst óbúslega erfitt að vera í sléttaprjónu, það sem ekkert að gerast og svona, af því að hann byrjar með það í huga að vera að dreifa athyglinni. En nú fyrir hann að prjóna sléttprjón, það er svo einfalt að hann getur verið að gera aðra hluta með hann. En hann tæklar það þannig að því þau eru með rosalega mikla vídeóvinnslu, eru með svona miklu meira heldur bara YouTube-vídeóin á 2 vikna fresti, þau gera miklu meira það, að þá er hann með þetta sem sem honum finnst leiðilegt að gera, þetta sléttaprjón og svona, það er misjafnt hvað okkur finnst það. Þá er hann bara með það hjá sér þegar hann er að vinna í tölvuna, því svo það maður ofta að bíða eftir eitthvað hlaðist upp og eitthvað svona. Þá er svo auðvelt að grípa í sléttaprjónu og auðvelt að leggja það frá sér. Þannig að allt í einu var verkefni sem var honum ofviða af því að það var svo mikið sléttprjón. Allt í einu var hann búinn að gera helling, nánast á hans að vita af því að hann var með þetta við tölvuvinnsluborðið hjá sér og var að grípa í prjónuna bara þegar hann gat ekki verið að vinna í tölvunni sjálfri. Þannig að hann var svona í leiðinni að bæði að útskýra hvað þetta hefur hjálpað honum mikið og líka að útskýra hvernig hægt að tækla þegar maður lendir í þessu að finnast einhver hluti af prjónaskapnum vera leiðilegur. Mér finnst ekkert leiðilegt en hlutirnir eru skemmtilegir og það er misjafnt hvað maður getur verið að prjóna innan aðra. Og þess vegna finnst mér eins og til dæmis í bíl rosalega gott að vera bara með svona plain vanilla eða þeir bara sokka, bara ekkert með munstri eða neinu. Þannig að og svo eins og norðísteli teppið, það var ekki séns að ég hefði getað haft fyrstu 2 renningana með mér innan annað fólk, en núna get ég það. Þetta er bara eitthvað að því maður er búin að læra alveg uppskriftina og finna ryþmann í þessu. Þannig að en þetta er bara fyrir mig eins og svo marga aðra ótrúlega græðandi líkamlega og andlega að prjóna. Og það hefur svo sannarlega verið að hjálpa mér núna. Og en ég held bara að þetta sé orðið rosa gott og ég gerir fastlega ráð fyrir því að hitta ykkur aftur eftir 2 vikur. Endilega takið þátt með gjarnan hvetja vini eitthvað til þess að vera með eða haldið þér hafi áhuga á að glápa á mig, mala reglulega við ykkur og segja maður skella sér í áskrift og taka þátt í leiknum. Og ef þau eru ánægð með vídeóið þá má ég gefa mig þumalinn af því að allt þetta vekur meiri athygli á veitunni minni, þannig að ég fái áfram nýjan hóp, þó að ég sé alveg bara, mér finnst þetta alveg stóru undarlegt að þið nennið að horfa á mig. En það er líka gaman ef að einhverjir aðrir er að hafa gagn og gaman að þessu að þeir leyfi öðrum að njóta með. En þetta er komið yfir góðan klukktíma, þannig að ég ætla bara að fara að láta ykkur í friði og fara að hlaða þessu upp og ganga frá. Það er allt í rústina og þangað til bara eftir sirka 2 vikur þá óska ég ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.